Lárus, það var hiti og fjör í dag en þetta hafðist á þínum mönnum. Hvað þetta að segja rétt stuttu til leik? Það var svona, mér finnst Larry halda okkur bara inn í leiknum fyrir hálfleik. Margir að leggja búkið hjá þeim og þeir voru með frábæra hitni, 60% styrkjafta hitni. Og svona menn sem að við ætluðum kannski svona frekar að gefa skotið, þeir hittu allir. Þannig að við þurftum svona aðeins að aðlaga vörðinni í seinni hálfleik og mér fannst það ganga aðeins betur. Þeir skora rétt rúm 20 í báðum hálfleikunum og yfirleitt er það nóg fyrir okkur til að vinna leiki. Svo svona í seinni hálfleik þá voru fleiri að leggja búkið okkur. Leikmenn að koma kannski með svona góða innkomu, svo Dóri stjórnaði leiknum vel þegar Larry fékk sína hvíld. Emil kom með brjálaða baráttu í sóknarfrákastinn og Slátrarinn fór á Egilsstöðum, hann gaf okkur nokkra mínútur og Ívan. Það var svona fleiri að leggja búkið okkur í seinni hálfleik eftir að svona Larry hélt okkur inn í honum í fyrri hálfleik og svo fannst mér kannski Styrmir kláraðan í lokin. Hvað er bara fyrst að tala um Styrmir? Ungur leikmaður, það er helling talað um hversu góður hann er. En svona aðeins það bara hversu svona, hann spilar eins og hann segir, þú veist, 35 ára gamall inn í lokin. Hvað er það sem að gera það að verkum að maðurinn er að spila svona? Hann hlýtur bara að vera gömul sál. Já, hann bara mjög það sem hann kannski er búinn að vera að þroska með sér og hefur náttúrulega búið að taka alveg þetta tímabil er að flýta sér ekki of í sókninni. Það er líka, ég held að sé rosalega freistandi, við myndum örugglega, ég og þú, ef við varum svona gætir þessum náttúru hæfileikum, þá myndum við alltaf reyna bara að fara á körfuna á fyrsta tempói. En hann er svona, reynir að velja sér sín andantök til þess að ráðast á körfuna og það held ég að sé, veit það ekki. Hann er svona, minnir mig stundum svona og gæti orðið svona, hann er svona svolítið svona Jimmy Butler. Einhvern veginn þannig getur valið sér sín moment, er svakalega athletic en já, þess vegna er hann bara svona góður. Út af hann velur þau, en þetta er bara, sjáum hvað hann gerir í næsta leik. Hann, þú veist, já. Það var náttúrulega mikið talað um það í aðdraganda þessarar seríu að Drún Gílas var ekki með og þau myndu kannski lenda í vandræðum á Ívan en haldið honum í einhverjum 10 stigum og 5 frákastum í dag. Hver er galdurinn þar? Það er bara eins gott fyrir Drún Gílas að hann skora ekki meira 10 stigum næsta leik. Við erum kannski bara, kannski er það líka þess vegna sem þeir eru að fá opið þriggjastaskot. Við erum kannski aðeins að velja að hafna. Við erum svolítið að tvöfalda á Ívan og hann er bara lunginn að finna Kolla og félaga sem að virðast bara ekki geta klikkað á móti okkur. En núna er leikur á miðvikudaginn og þið getið klárað þetta þar á þínum gamla heimavelli. Hvernig svona líður þér stöttið þennan leik að fara inn í það? Bara vel, það er miklu betur heldur en að við varum að fara 2-1 undir og þyrftum að ná í sigur og við höfum þá einn leik upp á að hlaupa og ég veit ekki alveg hvernig Drún Gílas verður, hann er ekki búinn að spila svolítið tíma en hann geti alveg verið smá ryðgaður. Ég er svona vonast til þess að hann komi bara inn í þetta og veit okkur svona smá vítamínsprautu og svona þétta aðeins ræðarnar og gefa okkur aðeins breiðari róteringu. Þannig að vonandi getum við verið með aðeins ferskari lappir, spilað aðeins hraðar og aggressívari vörn. Það er svona mín von. Þetta er náttúrulega eitt af skemmtilegasta í þessu líka þjálfaraskákin. Þetta er svona hrókurinn hér hingað og þangað. Ef þú segir mér aðeins svona í lokin, hvað er það fyrsta sem þú myndir hrófla við fyrir næsta leik? Mér fannst já, ég er bara að segja, í leik nr. 2 þá bara átkótsaði Bjarki mig. Þeir voru bara að fara inn í svona aksjón sem við ætla ekki endilega að fara út í sem við réðum illa við. Það augljósasta er að gefa þeim ekki svona opið þriggjastaskot. Þannig að ég vil ekki segja það bara. Takk.